Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Aðal og viðfangsefni okkar að þessu sinni engin annar en Keflavíkursonurinn, tónlistarmaðurinn og popstjarnan Magnús Kjartansson. Við tökum smá rölt með honum gamla bæinn hans, þar að segja Keflavík, og við förum aðeins yfir söguna og tónlistarferilinn. En Magnús verður mjög umfangsmikill á þessari ljósanæturhátíð 2016. Við lofum ykkur skemmtilegu viðtali við Magga. Æja Maggi, nú erum við komin á Kirkjuteginn, svona þitt alvöru æsku heimili þar sem að þú manst svona, getur við sagt, hvað mest eftir þér og það var oft fjör hérna við kirkjuna. Já, hérna var flutti stór hópur af fjölskyldufólki. Þessi hús voru byggð öll þegar að húsnæðismálastjórnarlánin komu inn og það gerði það verkum að hingað flutti fólk á svipuðum aldri og með börn á svipuðum aldri. Þannig að það var mikið fjör hérna á kirkjutúninu og svo náttúrulega urðu við að ævi vinir og félagar hérna krakkarnir sem hérna bjuggu. Við vorum hérna strákarnir svolítið ákafir í að byrja að spila og fengum inn í bílskúr hérna við eitt húsið og það varð til þess að við fórum að spila svolítið pop og svona, en annars vorum við líka hérna strákarnir í götunum. Við vorum mjög duglegir í tónlistarnámi líka og vorum í lúðrasveit og sem var stofnuð við barnaskólann sem var til þess að við fengum að fara heim með gljáandi lúðra og í fallegum töskum og þetta fannst okkur gífurleg upplifun. Var það styrkur hérna að það var komin tónlistarskóli í Keflavík, eða ekki? Jú, tónlistarskólinn í Keflavík var rekinn hér upp á Tjarnargötu og þangað gengum við líka svona í og með í tónfræði og annað slíkt. Þannig að það var gífurlega mikið tónlistarlíf og það má alveg rekja það miklu lengra aftur heldur en til okkar strákana. Hérna var mikið af fólki sem fékk vinnu við að spila upp á velli. Þeir voru með big band sem ég hef séð marga myndir af í Ungó og þegar Þóri Baldurs að stíga sín fyrstu spor á píanó með lúðrablásunum sem voru hér, kannski þeir Aggi og Guffi og Hreinn og Óskars og fleiri, svo ég fara nú ekki að telja upp eitthvað fólk sem enginn þekkir, þá voru hérna kröftigir spilarar sem tóku því fegins henda við ungu strákarnir vorum farnir að læra því að þeim fækkaði bara ef að það hefði ekki gerst. Ég spyr, hafði kaninn náttúrulega einhver áhrif að sjálfsögðu á svona tónlistarmenninguna hérna í Keflavík? Ekki nema kannski bara í gegnum útvarpið og sjónvarpið, jú, og svo náttúrulega með þeirri vinnu sem hann skaffaði, bæði í Rockville og í klúbbunum upp á velli. Ég naut þess þegar ég var svo strákur í gagnfræðaskóla og var byrjaður að spila upp á velli. Þá naut ég þess að Ellingur handavinnukennari hafði spilað mikið upp á velli og þekkti alveg í hvað ástandi maður var snemma morguns. Og ég var í handavinnu á laugardagsmorgni og þá fékk ég nú stundum að hvíla mig svolítið á sagpokunum. En hvenær verður fyrsta hljómsveitin til? Hvenær manstu eftir í poppinu? Það var hljómsveit sem hét Echo og hún var stofnuð af mér og Óla Kjartans og Jónasi og við fengum Þorstein Ólafsson, markvörð með okkur og þá spilaði ég á bassa og Jónas á trommur og Óli á gítar og svo fengum við líka stundum að æfa upp á lofti hjá syni héraðslæknisins en afans bjó þar og átti forláta útvarp sem við gátum allir stungið í samband við og það var nú okkar fyrsti magnari. Það var þurfti að munna eftir að taka glerið ofan að því sem var með öllum nöfnunum útvarpsstöðvunum.
Já. og teipa niður nálina, sko, svo skrölt ekki í þessu. En þetta eru dásamlega minningar samt. Ertu þarna á unglingsárum? Þarna ég bara 12, 13, 14. Vá. Því að 15 ára sko skil ég við félaga mína og fer með óðmönnum. Þá hafði ég verið að spila á trompet með Jóhanni G. og Pétur Östlund og þeim inn á upptöku sem voru gerðar með óðmönnum fyrir sjónvarpsþátt sem var gerður með þeirri hljómsveit og upp úr því að þá hófst okkar samstarf þegar ég var 15 ára. Ég man það alltaf að því að það þurfti undanþágu fyrir mig til þess að ég geti farið og spila með þeim á veitingahúsum í Reykjavík. Og hvað, ég man bara eftir Júdas, ég man ekki lengra, ég er náttúrulega aðeins yngri en þú. Hvenær verður Júdas til? Júdas verður til þegar að óðmönnum sleppir og hvort að við vorum búnir að vera saman með Júdas eitthvað aðeins á undan því. En þegar óðmönnum sleppir þá verður Júdas til og við verðum feikilega vinsælir hérna á Suðvesturlandi og það var voðalega gaman og svo þurfti ég að skilja við þá aftur þegar ég fer í trúbrot. Þannig að það voru þung spor fyrir mig. Óðinn í grúppunni? Já. Finnbogi, hann studdi mig nú samt alltaf, sko. Við höfum alltaf verið það miklu vinir. Og hann til dæmis, þegar ég byrja í óðmönnum að þá ég bassaleikari og Finnbogi átti orgel, spila orgel og ég fékk lána hjá honum orgelið og lét hann hafa bassan til þess að ég geti farið að spila orgel með óðmönnum. Varstu alltaf stóri bróðir á svona reistferðinni? Já, ég var það, en svo þetta snúast núna. Já. Já. Þitt líf bara tónlist og við erum að rifja upp gömlu tímana og það búið að gerast alveg rosalega margt síðan þá og þetta ekki nógu langur þáttur til að rifja það allt upp. Nei. En ef ég spyr þig, hvað ætti ég að spyrja þig næst í þessari tónlist? Ég man alltaf eftir því þegar að Hemmi Gunn, ég vann nú með honum í langan tíma, sjónvarpið þegar hann spurði einu sinni ungan stráka á Selfossi sem var að syngja svona eins og óperusöngvar, hann spurði hann og ég tek eftir því að þú ert aldrei stressaður, sagði Hemmi við strákinn og strákurinn svaraði nei Hemmi, ég er það ekki og akkurju, segir Hemmi og þá sagði strákurinn að því það er verra Hemmi og ég naut þess að mamma var mikið í tónlist og hún spilaði undir hjá okkur í tónlistaskólanum, ofta á píanó þannig að ég var aldrei neitt stressaður að því að ég var oftast svo lánsamur að ég var bara farin á svið til mömmu þegar ég átti að fara að spila. Þannig að það var einhvern veginn var til þess að ég hef aldrei kviðið fyrir því að fara inn á. Kanntu vel við þig á sviðinu? Já. Það er bara minn vinnustaður eins og að allir sem kunna vel við sig á sínu vinnustað. Það var alltaf verið gífurlega mikið tónlistarlíf í Keflavík og mikið haldið utan það alveg ágætlega og það, sko ég kalla þetta framsýni að hafa séð fram í tíman með það hvað tónlistin hefur gert til dæmis eins og fyrir Ísland en það er allt og langt mál að fara að tala um það hérna núna en hérna þetta var frekar lítill bær og menn gátu farið og hist og hér var auðvelt að koma saman, hérna var alltaf skilningu fyrir því að menn þurfti pláss og til að fá að hamarsoldi á hljóðfærum og annað. Allir sem voru húsverðir, Tjarnalundi, í Ungó, í Stapanum, í Krossinum og víðar þeir höfðu skilning á því ef að menn æfðu ekki að þá eru þeir ekki góðir og það er náttúrulega grunnurinn að þessu öllu saman er að vera duglegur að æfa sig. Þannig það var góður jarðvegur hérna eins og þú talar öll þessi hús og allan þennan skilning. Þannig að það er stór þáttur í því að þessi árangur hefur náðst eða getum við sagt að hafa mjög margir verið svona
eru þekktir tónlistarmenn koma hérna frá Keflavík og Njarðvík? Já, það er alveg, sko, til dæmis tökum sem dæmi Gunnar Þórðar og Þóri Baldur sem eru nú þessir menn sem voru svona næsta kynslóð undan mér við litum upp til strákarnir, sko, þegar þeir voru að koma í sjónvarpið og svona sem hljómaður og savanatri og þetta voru ekki lítið áberandi sveitir á sínum tíma. Og ekki getum við gleymt Rúnar Júl, var þetta ekki hörð samkeppni við hann eða var þetta bara allt í bróðerni? Það var allt í bróðerni. Ég sé gífurlega mikið eftir Rúnari, við vorum miklu vinir og hann tók mig mjög að sér á sínum tíma. Ég var það miklu yngri og það var mér ómetanlegt hvað hann hélt utan mig og stappaði mig stálinu. En hann hélt til líka áfram þegar ég var vaxinn úr grassi. Það akkúrat þessi tilfinning sem ég held að hafi verið mjög rík. Ég fékk til dæmis alltaf vinnu hjá Ragga bakara því að hann var formaður lúðrasveitarinnar. Það fékk ég vinnu í bakaríinu. Ég fékk alltaf sendlavinnu hjá Agga og Guffa af því að þeir voru báðir spilarar, Aggi og Guffi, og þeir voru með verslun og vantaði sendil og þeir vissu að ég var í músíkinni og þá tókuðu mig inn. Svona var einhvern veginn haldið utan hana alveg út um allt. Svona sterk tengsl hérna innan bæjarins? Já, mjög. Ja, Magnús, hérna ertu fæddur Ásabraut 9 í Keflavík. Já. Hvað, manstu eitthvað eftir því? Nei, en ég man eftir ég kom hérna einu sinni óvart eftir ball í Stapanum og partí hérna í Ásabrautinni og ég settist þarna aðeins út í horn og fór að vera með vangaveltur, þagnaði loksins. En það var að því að ég komst að því að þarna sat ég í horninu sem ég fæddist í. Já. Það var skemmtileg svona lukning á þeim hring. Úr Stapanum á Ásabrautinni? Já. Tveir merkilegi staðir í þínu lífi en kannski Stapan öllu meira? Já, mér þykir vænt Stapan og hljómavöllina. Þetta var rosaleg lyftistöng fyrir tónlistarlífið og ekki síður í dag. Geysilega merkilegt framtak sem hefur verið tekið þar. En ég veit að það er dýrt en ég ætla ekki að fara að ræða það. Já, en er það ekki svolítið magnað að í þessum mikla tónlistarbæ, Bítlabænum Keflavík eins og oft er sagt, Já. skuli verða svo til hljómahöll upp úr Stapanum og eins og þú segir, þetta er tónlistarskóli og á heimsmæli kvarða. Já, þetta er bara... Og aðstæða til tónlistar, sýningarhalds og allt saman. Er þetta ekki bara í samræmi við hvaða hugsun er í bænum? Já. Og því ber að fagna alveg einlæglega. Þetta er stórkostlegt. En áttu eitthvað á gamla sögu hérna frá Ásabrautinni? Þú manst nú, já, þú varst hérna hvað varstu lengi hérna? Manstu það? Hérna kannski til 3-4 ára aldurs. Já, ég fór mína fyrstu búðaferð hérna og þá var lítil búðrekin hér í skúr við hérna Ásabraut 11, nei, hvað ætlum sé, 11 eða 13 og nei, við Ásabraut 5 og hérna ég var sendur til að kaupa kaffibætir og ég man að ég kom í svona veðri eins og núna heim til mömmu með kaffibætinn og réttinnan og þá var ég allur orðinn fastur við staukina því að það var svo þykkur svona vaxfarfi á þessu rauður og ég man ennþá hvað mér fannst ég klístraður á höndunum þegar en svo lærði ég seinna að þessi pappír var geymdur sko af fólki í kreppunni til þess að konur gætu sett á sig kynnalit með þessu. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Þú
þú hefur alltaf haldið gríðarlega góðum tengslum við þinn gamla heimabæ en þetta vígðir þú hérna fyrir 2 árum á Ljósanótt, stefnumóta staurinn og það eitthvað skemmtileg saga bak við það. Já, þetta nú ein af svona mörgum snjöllum hugmyndum Einars Bárðarsonar og hann kom þessu einhvern veginn inn hjá þeim hérna hjá Keflvíkingunum og það var sagt í lagi eftir mig, laginu Skólaball var sagt hérna og upp á ljósastöður sér hallaði og ennið hélt og það var til þess að menn fóru að pæla hvar þessi ljósastöður af því að menn vissu það þarna var ég að segja frá ævintýri sem átti sér stoð í raunveruleikanum og Einar kom að máli við mig og ég sagði honum að þetta hefði verið hérna eitthvað staðar á horninu sko á Hafnargötu og Tjarnargötu og ég bað hann að hann mætti engu segja þetta. Já. Hann gerði það. En hann misti þetta út úr sér. Og hann lærði náttúrulega markaðsfræði í Arizona og í gömlu Eagles-lagi segir standing on the corner in Winslow, Arizona such a long sight to see eitthvað svoleiðis og við þetta skilti út af þessu lagi stendur fólk og lætur taka mynd af sér á þessum vegamótum í þessum smábæ í Arizona í Ameríku í 1000-tali og Einar sá þarna hérna einhver líkindi með þessari hugmynd og ég bara vona að fólki finnist þetta skemmtilegt og stöðin fá að standa hérna eitthvað smávegis. Það var hægt að hlusta hérna á þetta lag en hérna, já, hérna hittur æsku ástina, eða ekki? Já, einhver staðar svona hérna á Hafnargötunni átti sér þetta alls saman stað og hérna, við rúnturinn hjá okkur unglingunum hérna var á milli Ísbarsins og Þórðarsjöppu og þar var nú rómantíkin svona í loftinu og bara skemmtilegt. En sem betur fer að þá hérna fann ég mér nú góðan lífsförunaut og hef notið þess síðan. Eiga góða konu, það rosalega mikilvægt. Þegar þú svona horfir á gamla bæinn, þú hefur nú samt búið meiri hluta ævinnar utan Keflavíkur, eða ekki? Hvenær fluttir þú frá Keflavík? Ég flytt frá Keflavík þegar ég er 22-23 ára gamall eitthvað svo að segja, þá flytti ég úr Njarðvíkunum. Já. Fluttist fyrst á Hjallaveginn í Njarðvíkunum og svo inn á Hoftegi í Reykjavík og hef svo verið á svona Flandri síðan, út af vinnunni aðalega. En Keflavík, ég er alltaf Keflvíkingur og Suðurnesjamaður fyrst og fremst og ég finn vel hvað ræturnar toga fast í mann og ég nýt þess að vera innan Suðurnesjamenn og þetta er húmor og gáski sem ég kann vel að meta. Maggi, hér erum við með Ungó og þú átt eitthvað að sögu það. Þetta er reyndar Ungó nútímans en í gamla daga var hérna skemmtistöðurinn Ungó. Já, þetta var Ungmannafélagshúsið. Hérna fengum við að æfa hljómsveitirnar, Hljómar, Rofar, Echo, Judas og aðrir og við skiptum með okkur tímanum og hittumst þarna mjög oft og samskipti á milli okkar allra og svo breyttist þetta nú í tímans rás og nú er þetta svona orðið eins og bara skelin eftir. En nafnið er það svolítið skemmtilegt. Já, nafnið er þarna ennþá en skelin er eftir en það er búið að skipta skjaldbökunum. En hér voru líka margir dansleikir í gamla daga? Já, hér var mikið fjör. Þeir slóust Ungó og Stapinn sem að Stapinn svo smám saman lagði þetta allt undir sig á sínu tíma.
En þú ert að tala að ræturnar séu alltaf hérna í Keflavík og nú ertu búin að búa, í nokkra áratugi utan Keflavíkur. Hvernig horfurðu á gamla bæinn hérna sem að nú orðið sameinað sveitafélag, heitir Reykjanesbær fyrir löngu síðan, bróðin bæjarstjóri hérna svo ég upplýsi áhorfendur og lesendur aðeins það. En hvernig, svona, bursið frá því, hvernig finnst þér gamli bæriðin vera? Mér finnst hann bara yndislegur og gaman að sjá hérna þær framkvæmdir sem hafa verið gerðar hérna og svona hvernig þetta vex og dafnar og það... Flugvöllurinn ennþá sterkur? Já, flugvöllurinn er kannski orðinn of sterkur en ég ætla nú að biðja Suðurnesjamönnum að láta sér ekki bregða neitt við það þótt að menn sé að fara að tala Hvassahraunið. Ég held að það sé aðalega gert að svona þagga niður í þeim sem voru að kvarta eitthvað. Nú það eru flugvöllir víða í borgum og við borgamörk og bæjamörk og svona. Það er bara, við þurfum að fara að kynna til sögunar eyrnatappan hérna á Suðurnesjum. Meðan að trafikkinn er svona mikil, við veitum ekkert hvað þetta verður lengi. Ein svona aukaspurning úr gamla tímanum, heldurðu tengslum við þína gömlu félaga, skólafélaga, hvernig gerist það? Já, við höfum alltaf tengsl, við hittust nú einu sinni í viku, hérna gamli bekkjarfélagar sem að ég svona loksins fundi tíma til þess að geta aðeins hitt og ég held náttúrulega alltaf sambandi við mína gömlu spilafélaga og við hittust í Júdas einu sinni á ári og rifjum upp gamla takta hérna alltaf á ljósanótt og já, þetta kannski lýsir þessu best að ég svona hamaðist á sínum tíma við að reyna að koma á fermingarafmæli og svona þetta fólk það á sér alltaf stað í hjartamanns. En svona aðal ljósanóttinni 2016, þú ert aðal númeri getum við sagt. Þú verður hérna á stóra sviðinu, á lokakvöldinu, á laugardagskvöldinu sem svona stóra skemmtunin. Þú ert með ball með gömlu hljómsveitinni í Júdas á föstudagskvöldinu og þú ert með söngkóp Suðurnesja sem að þú mætir hérna, ert með hérna, búin að vera í nokkur ár, sem er kórinn ykkar hérna. Hvernig nærðu að rigga þessu öllu saman? Þetta er nú bara hægt vegna þess að þetta rekst ekkert á hvort annað og svo bara sendist maður á milli en það er einhvern veginn gerist þetta núna þannig að þetta svona lendir allt saman en það er búið gaman að því. Það er alltaf gaman á föstudagsböllunum sem við erum með hérna á ljósanótt, hljómsveitin Júdas, þar verður tíminn allt í einu hérna svolítið öðruvísi, það verða allir 17 aftur og svo fæ ég tækifæri til þess að spila og syngja og flytja lögin mín hérna á laugardagskvöldinu. Þar verð ég nú með ansi stóra og mikla hljómsveit og nýt þess og sannarlega að vera með svona gömlu hetjurnar mínar, Þóri Baldurs og Gunnar Þórðar, mér við hlið og þannig að sviðið verður troðfullt af Keflvíkingum og það er nú eitthvað sem að mér fyndist og hefur alltaf fundist að mætti vera lögð mikil áhersla á að vinna úr því sem til er í bænum, það er alveg nóg til. En gömlu góðu lögin, þau munu heyrast þetta? Já, við munum bara fara beint í þessi lög sem ég hef verið svo heppinn að hafa náð almannahylli, verið við alþýðuskap eins og Jakob Magnússon hefði orðað. En ætlar að kveikja í ljósanótt með söngkópi, sem við segjum að sé. Hvað, er það áhuga fólk á Suðurnesjum söng, svona í kórastarfið ennþá til? Já, það er stór hópur sem við verðum með tónleika í Keflavíkurkirkju á miðvikudagskvöldið og ég vil hvetja sem flesta ef ég hef tækifæri til þess að mæta þar. Svo syngur kórinn aftur í Dúrshúsinu á samkvæmt venju á laugardeginum þegar fólk kemur hér úr árgangagöngunni og svo ætla ég að henda hópnum upp á svið með mér á laugardagskvöldinu og hann bakkar mig upp í nokkrum lögum og verður til þess að við Suðurnesjamenn verðum í yfirgnæfandi meirihluta á sviðinu. Gleðilega ljósanótt. Já, sömuleiðis. Við þökkum fyrir áhorfið. Minnum við ykkur á aðra skemmtilega miðla víkufrétta, meðal annars
blaðið okkar í þessari viku sem risastórt í tilefni af Ljósanótt 2016 en auðvitað erum við gríðarlega öflug líka á vefnum og verðum með margt skemmtilegt helgina af því tilefni. En við endum þáttinn hér í Andrews Theater á hátíðartónleikum Ljósanætur með blik í auga. Hvernig ertu í countryinu, Gullvagnin? Gjörið svo vel og við þökkum fyrir okkur. Sendu gullvagninn oss að sækja mig, þetta er mig,